Ég bara algjörlega sannfærð að frelsið muni kosta meira en það hefur gert frá því löngu áður en ég fæddist og það fylgir því bara ábyrgð. Ef það verið ábyrgðarstöðu og allar skilja það, að þá verður bara að vinna samkvæmt því. Og ég held að það sé betri ákvörðun heldur en að gefa sér og gera ráð fyrir og spila pólitíska leik þannig að frelsið muni ekki kosta. Af því það mun koma ekki bara þér persónulega vandræði heldur fólkinu sem starfa fyrir. Aðildarviðræður við Evrópusambandið, eitt af því sem að Evrópusambandið benti á og setti fram í þeim viðræðum var að Ísland þyrfti að efla sig hvað varðar viðnámsþrótt með því meðal annars að auka olíubirgði sína. Og mér fannst þetta svo áhugavert vegna þess að ég held að þetta sé nú kannski ekki eitthvað sem fólk sér fyrir sér að sé einhverja kröfur Evrópusambandsins og bara þetta þessi ljóta aðlögun að Evrópusambandið vinnur svolítið svona skipulega og vill að bara öll ríki getu unnið saman á neyðarstund, hjálpa hvert öðru en líka þurfi að axla ákveðna ábyrgð á svona ákveðnum grunni. Góðan dag og velkomin á Flekaskill. Ég heiti Dagur Bjargeirsson. Ég heiti Þórdís Kolbrún Reykjavík Gylfadóttir. Og þegar þetta verður sett í loftið þá verður þú... Ekki lengur hér? Nei. Hvorki torkinu né á landinu? Nei, við erum sem þetta Óðinstorki að taka upp eins og í síðustu viku. En Þórdís er núna, í þessum tölugu orðum, komin til London með fjölskyldunni. Orðið virðulegu sendiherra. Já. Var hún þó virðuleg fyrir? Já, ég verð komin sem sagt ég og maðurinn minn og kötturinn. Já. Já. Börnin kom aðeins seinna í mánuðinu með mömmu minni. Og hvernig fer kötturinn milli landa? Gaman og skildi spyrja. Já. Viltu fá löngu útgáfuna? Ég er náttúrulega dýralagnasonur sko, þannig að ég á kött, þannig að ég áhuga saman um kettir. Já, þetta nú búið að vera talsvert mikið bras. Hann þarf ekki að fara í sóttkví, þessi elska, og hann þarf að vera bara með bólusetningar og það þarf að vera eitthvað vottorð á skírtinni og eitthvað stimpill frá MAST og eitthvað svona. En Fer hann í diplómataröðinni fyrir ketti? Já, það er góð spurning. Hann þarf að fá svona virðulegt vegabréf. Já, er það ekki? Já. Nei, þetta er bras. Við þurfum að fara langa leið. Þannig að til þess að stökkva yfir til London sem er náttúrulega bara flug upp á 2 klukkustundir og 40 mínútur eitthvað svoleiðis. Að þá veit ég ekki hvort ég eigi að segja hvað þetta er löng leið. Það er ekki hægt að fljúga með kött. Æsland er hægt að fljúga með gæludýr. Það er ekki hægt að fljúga með kött til Bretlands. Þetta þarf maður að koma keyrandi. En við verðum þannig að við verðum mætt og ég bara mæti í vinnuna eftir helgi. Já. Og það er einhver svona serimóníu sem fylgja því þegar maður verið sendiherra. Já. Þú þetta afhenda eitthvað trúnaðarbréf. Já, byrjar á því í rauninni að afhenda afrit af trúnaðarbréfinu. Kortir það til konungsins eða forsætisráðherrans? Það er rauninni formlega, virðulega athöfnin. Hún verður örugglega ekki fyrir en, veit ekki, einhvern tímann í haust, kannski október, byrjun nóvember, eitthvað svoleiðis. En fram að því í rauninni til þess að geta byrjað að mæta sem formlegur sendiherra, að þá þarf þetta að afhenda afrita þessu trúnaðarbréfi sem er meira bara svona skrifstofu athöfn, viðhöfn og ekkert skrauti kringum það. Þannig að ég mæti bara á skrifstofun hann eftir helgi og auðvitað er ágústmánuður eins og almennt í Evrópu er auðvitað sumarfrísmánuður eins og júlí er hjá okkur. Þannig að það verður bara ágætt að geta byrjað á því að kynnast samstarfsfólki í sendiráðinu og setja sig inn í verkefni sem þau eru að sinna og svona skilja það raunverulega, hvað hver og einn er að gera og lesa gögn og svona setja sig inn í mál og byrja síðan bara að hitta fólk. Þannig að ég bara hlakka mikið til sko. Er prótókoll, þú veist, hver þú hittir þú oftast utanríkisráðherra eða þú veist, hvernig virkar það? Ég held að séu alls konar reglur utan alls konar hluti og annað sem er svona... Þegar maður hugsa Bretland þá hugsa maður svolítið svona prótókoll. Já. Allir í hnébuxum. það er náttúrulega alls konar prótókoll. Já, ég meina það er til dæmis, fataskápurinn minn, nú á ég alveg nóga fötum en það eru ýmsar flíkur sem maður þarf að eignast því það eru oft svona, alls konar viðburði með einhverjum reglum klæðaburð þannig að ég til dæmis á ekki mikið af síðkjólum ég er almennt ekki mikið í síðkjólum það er eitthvað sem maður þarf að eiga. Hatta, ég á enga hatta. Já. Er hattaskylda? Einhver tímann, það er viðburður eða viðburðir þar sem það þarf. Muntu fara að refa við þar? Ég sé það ekki fyrir mér, en ég hef nú heyrt nefnilega, skemmtilegt skildi nefna
refi vegna þess að blessaði kötturinn sem að koma með Já. sem auðvitað eins og fræktur orðið týndist í margar vikur Alveg rétt. og ég var algjörlega sannfærð að væri löngu farinn þannig við getum augljóslega ekki skilja hann eftir og hann hefur lifað tíman að tvenna og ekki veit ég hvað hann fór í gegnum, við munum aldrei koma stæði en í London sem sagt alveg eru refir sko, ef þú vissir það ekki það er bara Já, bara milli húsa Já, sérstaklega svona undir morgun og ég fór að hafa áhyggjur af því að litli kísi minn sem lítur nú bara út fyrir að vera kettlingur og er alveg meðvitaður svona Þannig að hann er að fara að vera útiköttur Já, ég held ekki, það er voða erfitt að breyta ketti, þú veist, sem búin að vera útiköttur í 5 ár og breyta hann í innukött, sko þannig að ég fór að, þú veist, googla og spyrja gervigrindina og svona sem segir að það sé mjög sjaldgæft að refir sé eitthvað og svo sá ég myndband daginn af honum Larry í Downingstræti 10 þar sem að hann var bara eitthvað að trítla hann á götunni og það var refur sem var talsvert stærri en hann og hann var ekki einu sinni, hann var augljóslega ekki hræddur sko, kötturinn þannig að til að gera langa sögustutta þá er kötturinn að koma, það er vesen að koma út en hann skal komast og við erum búin að hafa mikið fyrir því að gera það klárt þannig að við verðum þarna bara 3 og svo koma krakkarnir seinna í mánuðinum þannig að þau bara fá að leika við vinni sína meðan að skólarnir eru ennþá þú veist í fríi og fara í útilegu með afa og vera í notalega heitum hjá hinum og í þessum tölu orðum þá gengur mummi köttur út af heimili mínu Já, hann er dálítið stærri og feitari en minn Já, hann er samt freka nettur sko. Já Hann er samt freka nettur en já, ég var nú aðalega forvitnast að því að ég er náttúrulega spenntur fyrir því hvort þú hittir nýjan forsætisráðherra Breta, Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester. Já, ég mun auðvitað gera það á einhverjum tímapunkti en hvenær veit ég ekki alveg. Nei. Ég hugsa ég muni nú hitta, þú veist, utanríkisráðherrann til dæmis á undan. Já. Varnarmálaráðherrann jafnvel. Já. Og já. Nú er náttúrulega nýtt fólk á mörgum póstum hjá þeim. En já, ég er mjög spenntur að sjá hvernig Andy fer af stað og hvernig þetta mun ganga. Kynntist honum vel þegar við vorum báðir borgarstjórar og hann var borgarstjóri í Manchester og hann er mjög svona já, hann er eiginlega svolítið eins og á myndböndunum sem maður sér af honum. Hann er svona það sem er kallað í Bretlandi svona people's person. Veist, hann svona spjallar, hann hefur sem er kannski einhver mælikvarði, hann hefur gríðalan áhuga á fótbolta eins og mjög margir Bretar auðvitað. Já. En ég sá einhverja statistík það að af sko því sem hann hefði birt á samfélagsmiðlum því að hann er stjórnmálamaður og mér fannst hann á tímabili bara birta eitthvað strætó því hann var að umbylta strætó og almenningssamgöngukerfinu í Manchester og þá var einhver statistík sem sagði að meir en helmingurinn af því sem að postaðum væri fótbolti. Já, ok. Það er kannski svolítið svona vel í lagt fyrir stjórnmálamenn, en hvað veit ég? Ég hugsa tölfræðin breytist nú eitthvað í nýja það er nefnilega það sem að verður svolítið áhugavert að sjá einhvern veginn hvernig honum gengur þetta og einhvern veginn hvernig brest samfélag tekur á mótunum. Já. Því að þetta er auðvitað dálítið dramatískt. Keir Starmer vinnur hennan gríðalega kosningasigur 2 árum setna er hann bara út og inn kemur maður sem var ekki eins og þingi. Já. Þannig að ég allavega beða heilsunum alveg kærlega. Já. Ég spyr hvort það sé ekki að hlusta á hlaðvarpið. Já, mér finnst það nú bara mjög eðlileg krafa að gera og þú getur sett að hann hafi borið á góma. Já, oftar en þessu. Já, samtali okkar á milli en sko ég tók eftir að því ég birti svona einhverja færslu þegar þetta var allt saman að gerast og Íslendingar frekar spenntir bara, forvitnir hvernig típa þetta væri og eitthvað svona, en mjög margir einhvern veginn svona með ákveðnar efasemdir varðandi afstöðu hans til Palestínu. Ég svona kom svolítið að fjallu með það en þess vegna kannski tók ég alveg sérstaklega eftir því að hann svona lagði smá, ekki likki á leiðsina en hann svona bara á fyrstu dögunum þá var hann bara með svona langt vídeo
þar sem hann var að tala inn í þau mál, lýsa mjög miklum áhyggjum af stöðun á Gaza, Vesturbakkanum og svolítið að svona skipta takt miðað við hvernig fór það í almenning? Ég hugsa að það hafi verið bæði og þannig að þetta var svona ég maður segja pólitísk áhætta allavega var hann að svona gera það svolítið skýrt hvar hann stendur í þessu alls ekki allir í breskum fjölmiðlum voru að klappa fyrir þessu þú veist, hann fekk á sig gagnrýni fyrir gyðingahatur og eitthvað svona sem að heyrist nú dálítið en sko ég fór bara aðeins að hugsa líka hvað í raun með henni svokallaða sko vopnahléi við fáum takmarkaða fréttir orðið. Já, mjög lítið. Áður fengum við eiginlega nánast daglega fréttir en ef maður fer bara yfir bara mannfall og sko það sem í gangi líka af hálfu sko landnema og landnema svæðunum á Vesturbakkanum og svona veist, það var bara moska brennd í síðustu viku og bara fólk drepið af einhverjum bara vopnuðum það berast náttúrulega bara valla fréttir nei, maður þarf að leita alveg sérstaklega eftir því sko. Það þarf að vera eitthvað svona dramatískt til þess að rata til manns en fólk hefur náttúrulega verið með svona alveg spurningar og reynda átt að sá því þú veist, hvernig hann hvað línu mun hann taka bara dálítið almennt í þessum svona alþjóðamálum já Veist, hann var mjög afdráttarlaus varðandi Úkraínu strax í byrjun þú veist, engin breyting mikill stuðningur eins og hefur verið og rósaði Keir Starmer fyrir þú veist, hans þátti því og eitthvað svona en líka bara svona almennt þú veist, líka bara Bretar hafa náttúrulega verið rosalega framalega ekki satt Jú, þeir hafa verið það bæði í sko ekki alveg fremstir þú veist í til að mynda bara fjárhæðum þú veist í varnartengdum stuðningi eða stuðningi almennt en gríðarlega strategist mikilvægir bandamenn Úkraínu bæði sko ásamt öðrum þú veist í svona þegar verið að taka saman þú veist ólík lönd sem er að gera hluti en líka bara tvíhliða þú veist þau eru bæði í sko varnartengdum stuðningi þeir eru auðvitað með sko viðskipta, þú veist ákveðna þvinganir þar sem við tökum upp það sem Evrópusambandið gerir og við hérna á Íslandi höfum ekki í rauninni lagaheimild til að smíða okkar eigin og þeir eru þar og varðandi til dæmis varðandi þann málaflokk sem að ég hefur að sinna í 1,5 ár fyrir aðalframkvæmdastjóra Evrópuráðsins og Úkraínu að þau hafa verið framalega þar og verið mjög virk í því starfi, þú veist, varðar bara börn almennt, úkraínsk börn og til dæmis voru að setja bara talsverða fjármuni í svona tracing, þú veist, til þess að geta fundið og börnin sem að hafa verið tekin, þannig að þau eru lykil bandamenn fyrir Úkraínumenn. Þannig að það var alveg léttir að sjá, ekki það ég bjóst ekkert við að það myndi breytast en það var samt gott að sjá það svona í byrjun og síðan er náttúrulega spurning, ég meina mér fannst áhugavert sko aftur talandum rest is politics, ég mann þegar að John Healey sem var varnarmálaráðherra Breta í ríkisstjórn Keir Starmer sagði af sér látlaust, þú veist, ekki með látum, ekki með hótunum en hann bara, þú veist, sagði af sér og ofan í þessu umræðu sko bæði út frá ríkisfjármálum, varnarútgjöldum, stöðu hersins og svo framvegis að þá er hann núna komin í ríkisstjórn Andy Burnham sem fjármálaráðherra. Þannig að sú dýnamík, mér finnst það áhugavert og ég hlakka til að skilja það enn frekar, þú veist, hvernig mun það allt saman, hvernig mun það spilast af því að þessi varnarmál auðvitað er starf sendiherra það er ákveðnir hlutir sem eru bara svona svo gott sem eins sama hvar þú ert en þetta er auðvitað mjög, þetta er alveg ólík störf, ólík hlutverk eftir póstum sem þú ert á en í Bretlandi þessi svona varnarmál auðvitað verða umfangsmeiri og svona taka meiri tíma í Bretlandi auðvitað Jeff sem við höfum margoft rætt sameiginlega viðbragðssveitin sem leita Bretum
og þannig að það verður líka áhugavert að reyna bara, kynnast þessu svona lykil fólk inn í þessum ráðuneytum, hugveitum og svona þessum stöðum þar sem að ákvarðanir eru teknar og skilja, þú veist, stöðuna þar og í samhengi við Ísland, þú veist, til þess að svona tryggja okkar hagsmuni og tala fyrir hlutum sem eru okkur mikilvægir ofan á þetta síðan bara, þú veist, viðskiptamál og menningar starf og hérna allt hitt sem að þessu fylgir, þannig að ég bara hlakka til að mæta staðinn og fara að gera gagn fyrir lýðveldið. Já, frábært. Mér fannst þetta svona kannski athyglisvert og dramatískt svona að fylgjast með þessu ferli. Honum tókst einhvern veginn að taka til valda og kynna ráðherrann á þess að lækja neitt sem er óvenjulegt fyrir Bretland. Já, en það var líka áhugavert að því að venjulega, þú veist, hann alltaf skoraði hann enginn á hólm. Nei. Þannig að þetta var ekki, þú veist, barátta, formannsbarátta, leiðtoga slagur. Af því að þegar að það er, að þá auðvitað til þess að valda slíkum fundi eða slíkum kosningum, að þá fyrir oft í samtöl við eitthvað lykil fólk og þú fyrir þá svona, þannig að hann var í dálítið óvenjulega stöðu og líklega óvenjulega sterkri stöðu að þurfa í rauninni ekki að lofa, þú veist, þannig ég hugsa alveg getur verið að það hef haft áhrif á það að það lag eiginlega ekkert út hver fengi hvað stöður þegar hann hafði það kannski aðeins meira í hendi sér heldur en oft er. Já, það skipti örugglega máli og hann var náttúrulega með uppáskrifaðan stuðning svo margra þingmanna. En mér finnst alltaf mikill bragur á því þegar hlutinni leka ekki. Mér finnst alveg óþolandi hvernig neginn finnst mér. Já, það virkar sjoppulega. Já, bara, og þetta er svo algengt. Það sé ekki hægt að bara halda trúnað og þegi við hlutum að meðan að vera þú veist, undirbúa jarðveg og smíða eitthvað sem skiptir máli, sko. Já. En ég var samt að lesa bók í sumarfríinu rætur Palestínu málsins, ef svo má segja og ég hafði ekki áttum á hvað Bretar voru í raun mikil gerandi bara sem nýlenduveldi á þessu svæði og þannig að raun yfirlýsing þá KIR og þeirra ríkisstjórnar að viðurkenna sjálfstætt ríki Palestínu var eiginlega svona hafði meiri merkingu fyrir mér, svona kannski eftir á og svo líka bara að Andi talaði svona á þessum fyrstu dögum. Það var annað sem að svona brá fyrir í síðustu viku. Það var í raun kannski eftirleikur af viðtali, einu fyrsta viðtali sem að Mandami, borgarstjóri New York borgar, þannig ég haldi nú áfram að tala borgarstjóra, að fór við New York Times og það var svona verið aðeins að krefja hann efndir, allar að standa við stóru orðin, því að hann sagði í kosningabaráttunni að hann myndi láta handtaka Netanyahu ef hann kemur til borgarinnar sem stefni nú í, af því að Netanyahu er væntanlega að koma á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. September. Já, og og Mandami tekur upp svona eiginlega ávarp með fánana og allt fyrir aftan sig, þar sem hann talar ofboðslega skýrt þessi mál og í raun sekt Netanyahu sem stríðsglæpamanns og hann talar þjóðamorð og svo framvegis, bara mjög skýrt en lætur fylgja þar sem kannski mestu skiptir að hann eftir að hafa látið svona taka þótt lagalega hafi ekki stöðu til þess að handtaka þjóðarleiðtoga sem er á leið á allsherjarþingið. Já, út af friðhelgi Sameinuðu þjóðanna. Já, þrátt fyrir að þetta er í raun handtökuskipun. Já. Ég veit, en ég horfði á þetta viðtal, ég man ekki eftir því þegar hann var að lýsa þessu yfir, þú veist, í aðdraganda þess að verða borgarstjóri, en ég horfði á þetta ávarp hans þarna og svona viðbrögð alls konar fólks á varðandi það, en í rauninni kom mér ekki óvart að þetta væri línan, þú veist, vegna þess að Sameinuðu þjóðirnar eru þetta Sameinuðu þjóðirnar. Þannig að þótt höfuðstöðarnar séu í, þú veist, New York, að þá er ekki, að þá hafa þær ákveðna
friðhelgi sem slíkar og jafnvel þótt þú sést þarna með þú veist þessa handtökuskipan að þá sjálfkrafa nær það ekki utan þú veist þetta þannig að þessi niðurstaða komir nú ekki óvart sko. Nei, ég segi það nú með þér en það væri áhugavert í einhverjum síðari þáttum aðeins bara að glögga okkur á þessu alþjóðlega dómstólakerfi og eiginlega svona þær takmarkanir sem að Já, meira að það gæti alveg svo ég seti nú á mig Úkraínuhattinn gæti alveg verið áhugavert líka sko í samhengi við að því við erum með sem sagt ólíka tegundir dómstóla og það þá sem sagt hvað kofera ólíkt hverjir eru sem sagt aðilar og virða þá lögsögu þeirra það líka ólíkt Bandaríkin til dæmis bara má segja stöðu sinna vegna ég meina þeir hafa verið þú veist svona lykilplegir í langan tíma eru almennt svona frekar tregir til þess að vera formlega að viðurkenna slíkt en hafa samt sko haga sér í samræmi við og virtað og svoleiðis og eru með mörg sömu ákvæðin til þess að stríðsklæpi inn í eigin lögum akkurat en síðan erum við með eins og þessi það verið að vinna því innan Evrópuráðsins þar sem að ég sinni þessum verkefnum og Ísland hefur þegar þú veist sagst vera hluti af þessi svokallega special tribunal varðandi sagt, það sem Rússar hafa gert inn í Úkraínu og til þess að í rauninni ná utanum hluti sem að þessi dómstólar ná ekki utanum þannig að það er búið að í rauninni samþykkja að þessi dómstóll verði búinn til, hann verði staðsettur í Haag, það er ótrúlega mikil vinna eftir, þú veist að koma að stað, að fjármagnan og svo framvegis, fleiri ríki að gefa út að vera þáttakendur og fara með það formlegt ferli, þú veist með mismunandi hætti gegnum þingi og svo framvegis, en sá dómstóll myndi í rauninni, þú veist þar undir væri rauninni bara þú getur talið upp einstaklingana. Já. Þú veist, af því að það er mjög afmarkað en þetta er raunin til þess að loka svona sem á ensku ég afsaka svona loopholes, þú veist ábyrgðarskyldu. Já, þarna byggt á einhverju sögulegri hefð sem eiginlega byrjar í Nürnberg ekki satt, sem eftir seinni heimsstyrjöld, það er sér dómstóll og það eru nokkur dæmi og svo er Júgóslavía, þá er mismunandi útfærslur. Akkurat, Jakob Möller, Íslendingur satt nú í allavega Bosníu hlutanum af sko þeim dómstól og í raun ótrúlega merkilegt starf og snýra þessari hugmynd að réttlæti skipti máli til þess að skapa einhvers konar sátt og koma varanlegum frið. Já, og og maður er ekki droslega bjarsýnn þegar maður horfir bara á umræðan og stöðu heimsins og pólariseringuna meðalans þegar kemur að Palestínu og Gaza að munum við einhvern veginn að fá dómstól það. Einmitt, það er bara mjög góð spurning sko. Það var reyndar annað að því við erum að ræða þess dómstól og getum tekið þetta fyrir ítarlega seinna en svolítið athyglisvert að kom eiginlega bara gennum fjölmiðla að loftslagsráð fékk Bjarna Má Magnússon, prófessor í alþjóðalögum til þess að gera álit alþjóðadómstólsins loftslagsmál. Okay. Og þar hafa sem þjóðir heims eiginlega tekið höndum saman að segja má að flytja sitt mál og setja fram sína skoðanir og lögfræðilega sín á réttarstöðu ýmissa samninga en ekki bara það hvaða svona hefðaréttur hefur skapast varðandi skyldur ríkja aðgerðir í loftslagsmálum og þetta var að mér heyrðist býsna áhugavert vegna þess að niðurstaða Bjarna er svo að það hafi raun skapast þannig sko lagalegt umhverfi að það sé í auknum mæli hægt að sko reisa kröfur fyrir dómstólum landa. Já. Bara beint. Domestic. Já. Þannig að þú færi bara fyrir héraðsdóm Reykjavíkur eða þið fyndist stjórnvöld vera að bregðast í loftslagsmálum. Já. Og nú er auðvitað ekkert sjálfgefið að dómstólar séu allir sammála þessu
En enga síður að þá var á Bjarna Skilja, hann var meðal sér mjög góð viðtali á Sprengisendi sem hægt að mæla með, að þetta væri bara frekar samfærandi. Þetta væri ekki svona einhver framsækin hálofta lögfræði þar sem að vera að sækja einhver hæpin rök hingað og þangað af jaðrinum heldur. Og örgulega ímist fólk sem myndi andmæla því, sko. Kannski, en hann vildi allavega halda því fram að þetta væri bara hefðbundin, það sem væri sagt á vondir íslensku, júridískur þangagangur, sem væri eins og leitt fram af svona á mjög breiðum grunni, og hann tók meðal annars fram að sko Ísland og Norðurlöndin höfðu viljað skilgreina þetta þrengra. En urði ekki ofan á í dómsorðinu sem svona tók þetta á svolítið breiðari grunni. Þannig að þetta og kannski sko þróun bara loftslagsmálana, bæði það sem að merkilegt nokk gengur vel í samskipti ríkja varðandi loftslagsmál, hvað tæki virka og svona, þetta væri eitthvað sem að væri spennandi að taka fyrir með haustinu, því að þarna heilmikið að gerast og ýmislegt þar sem hefur verið bakslag og væri líka mikilvægt aðeins átt að sá. Ég sá, svo ég haldin áfram að nefna Restis Politics, að þeir voru að hleypa af stað svona míniseríu sem þeir kalla. Hún heitir Caroline Lucas, sem búin að vera eitthvað svona mjög virk í loftslagsmálum, þú veist, í áratugi, út frá í alls konar hlutverkum og svona, sem núna að smíða þessa míniseríu. Og ég var bara búin að, það eru komni núna 2 þættir, ég held að koma alltaf út á föstudögum, en ég hlusta á fyrsta þáttinn. Þess búin að tala við svona hermála mann í rauninni loftslagsmál og þú veist, ófrið bæði og svona ógn sem af þeim stafar, sko. Og svo, þú veist, menn geta rifist eins lengi sýnist fyrir mér, þú veist, út á hverju hlutin að gerast og eitthvað, en þeir að gerast og hvað því fylgir. Og þetta sé svona rata ofar og ofar á lista, þú veist, innan í rauninni bara það sem úrst með, sko, fólk í varnarmála geirunum, skilurðu, og svona og hættur þar og áskoranir og hluti sem að, þú veist, hafa áhrif á bæði frið og jafnvel bara, þú veist, starfsemi og umhverfi, þú veist, þeirra víða heima og svona. Þannig að mér finnst þessi fyrsti þáttur, mér finnst hann alveg áhugaverður, þú veist, það eru alveg margir dýpri í þessu en ég, sko, og svona, og áhugasamari sömuleiðis, en mér fannst þetta alveg áhugavert samtal hjá þeim. Ég veit ekkert hvernig þessari seríu vindur fram, sko, en það alveg hægt að mæla með því. Ég brunni lengi fyrir loftslagsmálunum og fundist sá vettvangur svo áhugavert dæmi einhvern veginn hvernig, þú veist, á svolítið bjartsýnan hátt, hvernig heimurinn bregst stundum við bakslagi og aldrei eins og vant á tengist það ekki Trump. Heldur þegar sko George Bush yngri sagði Bandaríkin frá Kyoto samkomulaginu, þá stegu fram sko ríki og borgir í Bandaríkjunum 425 borgir ef mann rétt, og tókust á hendur þessar skuldbindingar þó að alríkið ætla ekki að gera það. Og fóru bara í samstarfið atvinnulífið og einkaaðilum að fjármagna bara alls konar verkefni sem að hafa skilað bara ótrúlega miklu. Já, og það náttúrulega líka trendi núna að þeir stundum þegar maður heitir fólk sem hefur verið, þú veist, mikið í þessum svona loftslagsmálum og maður að spyrja bara, þú veist, hvernig gengur, sko. Ég meina, við hvernig þetta tala núna, ég meina, þetta breytist, að því maður finnur alveg að þetta að breytast, forgangsröðunin og áherslan og allt það. Og það heyrir maður einmitt reglulega að sko, sérstaklega til dæmis gagnvart Bandaríkjunum, að þá þetta orðið mikið meira samstarf við ákveðin fylki og jafnvel, þú veist, borgir út af svona minni stemmingu. Já, og svo það sem nú eiginlega bara ótrúlegasta auka afurð átakana í Íran og þessar ólgu á olíumörkuðum að Kínverjar að selja svo mikið af sólarpanelum og vindorka í svo mikill í sókn
og rafmagnsbílar vegna þess að einhvern veginn þeir sem að hafa talað hvað mest sko jarðefnaeldsneyti sem bara framtíðina eins og hún fortíð að þeir hafa efnt til átaka sem að í raun bara segir allt frá venjulegum fjölskyldum, fyrirtækjum og löndum að það að fara í græna orkugjafa er áhættudreifing bara áhættudreifing og bara öryggistrygging ég meina sjáum bara Ísland þú veist, við tölum allt of sjaldan okkar styrkleika en sko styrkleiki okkar gagnvart þessum sko sviptingum á olíumarkaði eru þeir að það kemur fram á bensíndælunni við að vísu lækkum virðisaukaskattinn á móti það kemur fram á bensíndælunni en ekki hjá iðnfyrirtækjunum okkar þú veist sem í bara mjög mörgum löndum er að keyra á tengdum orkugjöfum sem að sveiflast bara með olíuverði ég meina bara húshitun í Bretlandi og þannig að loftslagsmálin hafa margar hliðar og það er ekki alltaf þróast í verri vegar þó sumt sé því miður að gera það bæði stóri samningar sem að stemt hefur verið að í áratugi eins og varðandi siglingar og því miður fjármögnun sérstaklega tengt Bandaríkjunum því að Biden-stjórnin sama hvað má hana segja var með óbóðslega metnaðarfullt prógram til þess að endurreisa iðna víðum landið á svona grænum forsendum og var með mjög mikið af stuðningi og skattafslætti í þá veru sem að Trump tók af bara nánast fyrsta daginn þannig að þar hefur verið mikið bakslag Trump er mikið á móti vindorku hann er ekki hrifinn af sólarpanel held ég heldur og undarlegt nokk þó að það sé alls ekki það sem hann stemt af hefur mjög mikið af þessu gagnast kínverum sem hafa verið mjög í raun framsýnir og framsæknir í framleiðslu og þessu öllu og hafa náð undraverðum árangri sko eins í bara gera ódýra rafbíla þannig að þetta er svona Já, ég meina völdin sem fylgja þeim sem að sitja á olíu og framleiðana eru náttúrulega rosalega mikil og þú veist ennþá sjáum við ég get ekki séð eitthvað sviðsmynd þar sem að olíunotkun þú veist, hún verður áfram til staðar sko þannig að það er þú veist það þarf líka svona eitthvað að mínum mati sko eitthvað svona raunsa í það sko veist, við erum ekki að fara hvorki við eða aðrir erum að fara að hætta að nota hana þú veist borum okkur ofan í þetta bókstaflega já drill baby drill já, en við ætlum að tala, við vorum búin að lofa því við ætlum að tala tímarit vörðu þjóðaröryggi þú ertu ritstjóri gestaritstjóri þú ert gestaritstjóri já, Kristinn er ritstjóri já, og hér er þessi fallega forsíða með Óshólavita já það er svona vita þema í þessu já. sem að okkur fannst viðeigandi og þemað er verðugu bandamaður líka já. svona efnislega já. og við nefndum þetta nú í fyrri þætti en mér finnst heilmikill fengur af því að bæði fá tímarit varnaröryggismál til þess að fá svona lengri greina til þess að hugleiða aðeins hvað finnst þér svona standa upp úr sko í þessu? Já, maður vill ekki gera upp á milli þetta eru fjölbreyttar greinar þú veist, það er þema í þessu það eru þetta alþjóðlega þema utanríkispólitíska þema, en það er svona sérstakt þema sem er út frá Íslandi sem verðugum bandamanni en mér finnst það er sko, að því þetta eru svona ákveð tilraunaverkefni og ég vona og gerir ráð fyrir að Varða haldi áfram að gefa út svona þetta tímarit með nýjum gestaritstjórum og fleiri pennum en mér finnst þær kallast skemmtilega á þú veist það eru og þú veist Garðar Forbergar hérna með grein sem er svolítið meira svona leyfir mér að sletta svona hands-on nálgun Björn Bjarnason er með grein hérna sem ég veist ótrúlega góð yfirgripsmikil og svona í hans anda sko, svona nokkuð nákvæm yfir svona langa sögu og ég var svona, mér
finnst virðulegt og smart að vera með hana í þessu fyrsta tímariti. Við fengum sendiherra Kanada á Íslandi til þess að skrifa grein og þar vorum við að hugsa einmitt líka að því að, þú veist, Kanada er svona aldrei að taka skarið og svona segja hluti og ekki bara segja þá, heldur gera þá. Í þétta raðirnar, þú veist, reyna að skapa svona ákveðið narratív hluti og hefur verið alveg svona markvisst að stefna því að bæði auka vinastrótt sinn, styðja verulega við þú veist, iðnað Kanada, innanlands og góð vinkona mín Melanie Jolie sem var utanríkisráðherra þegar ég var og þannig kynntust við, hún í dag iðnaðarráðherra Kanada og reynsla hennar frá árunum sem utanríkisráðherra nýtist auðvitað mjög vel í þeirri veröld sem við búum í núna, þar sem að þú veist, þegar þú ert iðnaðarráðherra í Kanada þá er það mjög geopólitísk staða líka sko. Já. Þannig að okkur fannst og bara þakklátt fyrir það að hún hafi sagt já við að skrifa grein Kanada og svo til dæmis Birna Þórarinsdóttir sem að skrifar svona alveg svolítið út frá svona annarri hlið sko, þú veist, erum við að missa sjónar af því sem skiptir máli, erum við að gleyma okkur í allar þessir umræðum varnarmál og þú veist, þetta auðvitað að hafa áhrif á þróunarsamvinnu, þessi aukna áhersla og aukin útgjöld og svona, það er að bitna á þróunarsamvinnu. Hversu strategískt skynsamlegt er það? Já. Að öll helstu ríki séu að draga úr þróunarsamvinnu eða stöðva, þú veist, aukin útgjöld á sama tíma og það er meiri þörf, þú veist, og allt þetta. Þannig að mér finnst þetta bara hið fínasta framlag þó ég segi sjálf frá og við erum, ég meina það er ekki þannig að allir sem skrifa séu sammála sín á milli eða veist, við erum ekki einhverju dómar í því hvað þetta er bara mínum mati bara áhugavert efni sem að ég get alveg mælt með að fólk renni gegnum þessi skrif og það er ekkert svo mikið sem er í dag sem er, þú veist, gefið út það sem svona yfirvegun í lengri texta og bara á prenti og svona, þannig að ég bara dálítið stolt af þessu sko. Já, nákvæmlega. Þú nefndi Lingur líka í þessu akkurat, já. Sem við ræðum nú reglu Já. Og Sólrún sem er starfsmaður hjá Vörðu og Þorgerður Katrín utanríkisráðherra er með fyrstu greina, þannig að þetta er nú bara nokkuð svona breytt yfir síðu myndi ég segja. Já, þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt og bara áhugavert og vekur til umhugsunar. Þú nefndi Garðar Forberg, hann er með það sem hann kallar sjálfur sko, beinskeytta spurningar og segir bara við þurfum að spyrja þeirra og ég ætla bara að drepa niður í þessu sko. Eigum við nægar olíubirgðir ef aðfangakeðjur rofna er nægileg varaaflsgetandi staðar ef raforkukerfi eða dreifikerfi verða fyrir truflunum eða varahlutir ef eitthvað bilar. Hvernig stöndum við varðandi matvælaöryggi, lyfjabirgðir, sjúkrarými, fjarskipti, hafnir, flugvelli, greiðslukerfi, netöryggi og flutningsgetu innanlands. Nákvæmlega. Hverjir eru veikustu hlekkirnir og hver ber ábyrgð á því að styrkja þá? Og hvað ætlum við að gera í? Já, og þarna er maður nefnilega komin í svona þetta breiðari hugsun varnar og öryggismál. Sem er það sem við erum alltaf að gera tilraun til að hamra á, að það er þetta sem við erum að tala veist, þannig að fólk hugsa ekki þegar við segjum viðnámsþróttur og þú hugsar, heyrðu, ég skil bara ekkert hvað þú meina. Það verður að meina þetta. Og þegar við tölum varnarmál, að þá erum við að tala það í breiðu samhengi. Við erum ekki að tala þörfin á að Ísland eigi skriðdreka eða kunna skjóta það niður, sko. Við erum að tala þessa hluti. Nei. En og hann nefnir stöðu íslenska skipaflotans. Já. Ég var einmitt með fyrirspurn á þingi til að fylgja eftir þessari ábendingu sem kom einmitt frá Vörðu að það væri ekkert kaupskip sem væri skráð á Íslandi og okkur skiptir það máli. Já, það skiptir máli vegna þess að þá getur ekki hvatt í raun eða hvatt í merkingunni skipað kallað í þessi skip til þess að nýtast Íslandi á neyðarstund. Nei, auðvitað ákveðnum skilyrðum, já, þá getur löndin kallað skipin heim í höfn sem eru undir þeim fánum og þá bara koma skipin okkar ekki til okkar af því þau eru ekki undir okkar fána. Já, og eru bara kölluð eitthvað annað. Færeyja og svona. Já, og eins er bara auðvelt að sjá fyrir sér
og þarf ekki stríð til heldur náttúruhamfarir að við þurfum auðvitað að vera með áætlanir varðandi rafmagn og allar vistir fyrir Landspítalann en líka olíubirgðir og annað sko, eins og hérna er nefnt og ég nú að vona að þessi varnar- og öryggistefna sem að við gerðum og setti þessi mál svolítið rækilega á dagskrá leiði til þess að þetta verði útfært og það þurfi ekki að gera einhverja úttekt eftir 10 árum það að það hafi verið ákveðið að fara í þessi verkefni en þau hafi ekki verið unnin. Ég heyrði nú í orkumálaráðherra Jóhanni Páli það er nú alveg kannski komið hálft ár síðan eða einhverju mánuði síðan Samorkufundi þar sem hann var að boða frumvarp varðandi sem sagt olíubirgðir ekki skipin olíubirgðir í haust. Já. Ég veit ekki meir sko hver það er start og ég var ánægður en skýrslan sem við vorum að ræða fyrir kannski 2 þáttum aðildarviðræður við Evrópusambandið í henni kemur fram að eitt af því sem að Evrópusambandið benti á og setti fram í þeim viðræðum var að Ísland þyrfti að efla sig hvað varðar viðnámsþrótt með því meðal annars að auka olíubirgðir sínar. Og mér fannst þetta svo áhugavert vegna þess að ég held að þetta sé nú kannski ekki eitthvað sem fólk sér fyrir sér að sé einhverja kröfur Evrópusambandsins og bara þetta er þessi ljóta aðlögun að Evrópusambandi vinnur svolítið svona skipulega og vill að bara öll ríki getur unnið saman á neyðarstund, hjálpa hvert öðru en líka þurfi að axla ákveðna ábyrgð á svona ákveðnum grunni og þá er bara einhverjir gátlistar sem bara, ok, hvernig með olíubirgðirnar ykkar, eigið þið varablóð, eigið þið með ég veit ekki hvað sko og þannig að því ég myndi eftir þessari umræðu olíubirgðir þá fannst mér dálítið merkilegt að við fengum þessi skýri skilaboð í aðildarviðræðunum fyrir næstu í 15 árum og erum ennþá á þessum stað. Já. Og ég held nefnilega að þetta gildi líka ýmis lyf. Það er hluta umræðunni, til dæmis innrennslislyf sem við vorum áður að framleiða sjálf og við munum nú eftir sýnatöku pinnafárinu í COVID. Ég fæ líkamlega einkenni þegar þú segir þetta en já, ég man. Ertu með hita? Ertu með hósta? En þú veist, þá voru það bara Finnar sem gott að sótt þetta út í skó sko, af því að þeir eru alltaf að hugsa viðnámsþrótt og það sem þarf að grípa til á neyðarstund. En þannig að það er greinilega margt fróðlegt í þessu en kannski og heitið, ég nefndi þetta nú fyrir 2 þáttum eða eitthvað, heitið greinarans Björns Bjarnasonar frá tregum til verðugs bandamanns. Ég veist það mjög gott heiti á hans grein. Já, og það sem er áhugavert við greinina er bæði hvaða sögan er rekja og mér finnst svolítið áhugavert að hann sé að rekjana. Já, sammála. Björn er auðvitað Björn sem hefur haft áhuga þekkingu á varnar- og öryggismálum mjög lengi. Já, og hætti aldrei að tala þau. Þú veist, ég man þegar ég var bara í kringum 20, þú veist, og eiginlega enginn var að tala varnarmál. Og hann bara hætti ekki að tala þau, að skrifa þau og þú veist, hann aldeilis fengið að heyra það að hann bara komist ekki yfir kaldastríðsárin og eitthvað og hefur nú bara elst þokkalega. Það sem bæði hann bókstaflega persónulega hefur elst mjög vel, hefur svona grand old man. Og svo er náttúrulega faðir hans nátengdur inngöngunni í NATO og vera svona talsmaður þessar atriða en það sem að Björn rekur er sem að bæði það sem við höfum verið svolítið heilluð af sem er þessi sjálfsmynd okkar hlutleysi og hvernig það rekur sig í gegnum söguna og gegnum síðari heimsstyrjöldina og hann rekur hér þessa samninga við Bandaríkin og Bretland þegar Bretar höfðu verið hér á stríðstumum til að koma í veg fyrir að Þjóðverjar kæmu og Bandaríkjamenn kom í staðinn og við svolítið látum af fullveldi en
en höldum fast við því að hér verði ekki her á friðartímum og það rekur sér síðan inn í þetta og það sem við höfum oft undrast hérna hvað þetta gerir samt allt rosalega hratt að lýðveldið stofnað 44 að svo göngum við í NATO 49 þá með heitstrengingum að verði ekki her á friðartímum en það breytir strax 51 með varnarsamningnum við Bandaríkin og 2 ára bara korter sko. Já, það eiginlega bara ekki neitt en það sem að sko hann má eiga, hann setur þetta líka eins svona í efnahagslegt samhengi að sko að þetta snýst öðrum þræði fisk og aflabrögð að þegar að fiskveiðar bregðast að þá hætta Íslendingar við að afþakka Marshall-aðstofuna og ákveða að senda inn umsókn og gera síðan samning og þegar að landhelgisdeilurnar standa sem hæst og Bretar setja löndunarbann sem var stórmála þegar Bretland var alltaf okkar stærsti markaður nú þá bara farið að gera samning við Sovétríkin að selja þeim fisk og fá bara lötur og eitthvað í staðinn og síld og við vorum að selja þeim líklega síld og þetta er nefnilega svo áhugaverð saga og hann nefnir okkur sem tregan bandamann en í einhverju svona grúski að þá rakst ég á gamla ritgerðilega frá 88 eftir Margréti Björgúlsdóttur sem að gengur eiginlega lengra og talar sko hina þversagnarkenndu mynd okkur sem hlutlausan bandamann innan NATO The Paradox of a Neutral Ally og hún að rekja að sumu leyti þessa sömu sögu og dregur eiginlega fram það sem að svona meira þessa atburði eins og bara innrásin í Tékkóslóvakíu sem 88 og rifjar upp að það var stór síldarfloti Sovétríkjanna sem mætti einhvern veginn til Íslands 1948 og allir Íslendingar svona urðu aðeins hugsi en alltaf þetta einhvern veginn svona einhverjir öryggispólitískir atburðir ákvarðanir bandalög og einhvern veginn fiskur sem að fléttast saman og bara vel gert hjá Birni finnst mér. Mér finnst kannski kaflinn brottför hersins 2006 vera býsna stuttur því að ég held að þetta hafi verið svona meira högg heldur en kannski hefur oft verið talað fyrir einhvern veginn svona bara sjálfstraust okkar og einhvern veginn ég held að Íslendingar hafi gengið svolítið út frá því að við ættum fleiri eyru og svona öflugri bandamenn í Washington heldur en reyndist vera þegar við vorum þarna í raun í ágreiningi hvað þyrfti og heldum að þeir tekið meira tillit til okkar en það var bara sagt bless einhliða og í raun menn gáðist bara upp á að ræða við okkur og en þannig að þetta ég mæli með þessari grein ég veit ekki hvernig það sló þig sko, er þetta persónulegt uppgjör hans við þessa sögu bara setja hann á blað og einhvern veginn svona þetta? Já, ég nefnilega þori ekki alveg að segja til það, ég þarf nú bara að fara að kíkja í kaffi til hans Björsko en ég var allavega ég var svona stolt að því að vera gestaritstjóri í tímaritinu þar sem og hann hafi sagt já við að skrifa þessa grein og mér finnst þetta svona tákgræn skrif skilur og þetta komið frá honum og þessum tímapunkti og þetta sé efninar og þessi yfirferð þú veist, mér svona einhvern nátt svona þykir dálítið vænt þessa grein sko og þykir þetta vænt Björn sko en hérna en mér finnst þetta og þetta ég held að þú veist allir hefðu alveg gott af því að lesa hana. Já, hann er svolítið hann endar á svolítið svona aðeins ítalegri kafla með við hvað þetta er allt svona stuttort sko
leiðtogafund NATO í Vilnius í 23, þar sem að Katrín Jakobsdóttir sko, hann bindur svona slaufa á þess að segja það á þessa svona polariseruðu sögu átaka NATO með að draga sérstaklega fram að Katrín hafi verið þarna sem einarður í raun ég kannski ekki stuðningsmaður NATO, kannski Katrín orða aldrei þannig en árættaði samt að Úkraína ætti að eiga greiða leið inn og sjálfsákvörðunarréttur Úkraínu. Já, og bara einaran stuðning Íslands við Úkraínu. Reyndi aldrei á þetta í stjórnarsamstarfinu fannst þú fyrir því sem utanríkisráðherra að forsætisráðherra og leiðtogi í raun ríkisstjórnarinnar var í flokki sem að var með yfirlýsta andstöðu við NATO? Sko, já, ég get nú ekki sagt ég hef ekki fundið fyrir því en miða við allt og allt og þú veist, þegar það kom upp tímar þar sem þú veist, það er allsherjar innrás á sjálfstætt og fullvalda land í Evrópu, í næsta nágrenni við þú veist, NATO-ríki að þá var sko stuðningur við Úkraínu sem sagt táknrænn pólitískur stuðningur við, þú veist, úkraínsku þjóðina, stuðningur við sjálfsákvörðunarrétt þeirra, fullveldi, sjálfstæði, þú veist, það var aldrei spurning. En auðvitað var, þú veist, það kallaði alveg á kannski annars konar samtal hvað þýðir það, skilur, til hvers ætlast af okkur og hvað þýðir þetta bara fyrir bara svona öryggishagsmuni, jafnvel bara okkar hér. Hvað áhrif kann þetta hafa á, þú veist, Atlantshafsbandalagið, þú veist, og svo þetta fer að þróast bara breytingar á Norðurlandasamstarfi, þar sem öryggismál og varnarmál voru almennt bara alls ekki hluti af Norðurlandasamstarfi vegna þess að Finnar og Svíar voru ekki hluti af NATO, þannig að það verður eðlisbreyting á því á þessu samstarfi sem einhvern veginn enginn gerir athugasemd við á Íslandi og alltaf, þú veist, rankar alltaf efst yfir alþjóðasamstarf sem að Íslendingar almennt vilja, þú veist, þykja væntum og vilja sjá meira af og svona þeir setja númer 1 yfir mikilvægi og þannig að sko og svona þegar öll er á botnum kvöld og kannski það bara eitthvað viðhorf sem að maður tileinkar sér sko. Mér fannst það góð æfing að þurfa að hafa fyrir því að vinna hlutina kannski aðeins öðruvísi sem, þú veist, utanríkis- og varnarmálaráðherra í svona samstarfi heldur en maður hefði þurft að gera ef að þetta hefði ekki verið. Því að þetta var hinn pólitíski veruleiki og pólitíski veruleiki þeirra var auðvitað að þau taka þátt í að, þú veist, þau leiða ríkisstjórnarsamstarf þar sem þú veist, þau skuldbinda sig til þess að standa vörð þjóðaröryggisstefnu Íslands þar sem segir að tvíhliða varnarsamningu við Bandaríkin og aðild okkar Atlantshafsbandalaginu eru hornsteinar, þú veist, þeirra stefnu. Þannig að enda hefði það annars ekki verið gerlegt að mynda ríkisstjórn en það hefði ekki verið, skilur, en mér fannst sko, eftir á hyggja fannst mér sú krafa og svona sú nálgun að þurfa að hafa meira fyrir því. Þú veist, það þurfti gagnsæi, það þurfti samtöl, það þurfti traust, þú veist, og mér fannst það bara, þú veist, ég myndi segja að ég hafði bara gott að því, persónulega. Þú veist, við Katrín unnum mjög vel saman, þú veist, náðum vel saman, unnum vel saman og það er gott að vinna með Katrínu, sko. Þú veist hvað þú hefur hana. Ég þekki það. Þú þekki það. Þú veist hvað þú hefur hana og þegar komist að niðurstöðu þá stendur hún. Það er ótrúlega mikils í fari fólks almennt sko. Þannig að þótt að þurfi stundum að, ég meina þau lifa við ákveðum pólitíska veruleika, við erum ákveðum pólitíska veruleika. Þú veist, ríkisstjórnin var í ákveðum pólitísku veruleika, Ísland var í ákveðum pólitísku veruleika. Þú veist, þetta samstarf milli þjóða, Úkraínu, allt þetta var einhver veruleiki sko, sem þú þarft síðan bara einhvern veginn að spil inn í og finna, þú veist, út úr og það var kannski, ég meina það voru þetta alveg ákveðin verkefni sem farið var í sem maður var ekki að tala endilega á þann hátt sem að hefði til dæmis hentað mér, þú veist, eitthvað betur eða sjálfstæðisflokknum
en af virðingu og svona hinn pólitíski veruleiki við sá að þú gerir það með ákveðnum hætti og þannig að ég reynda að nálgast þetta þannig og við sem unnum þarna svona þétt saman í utanríkisráðuneytinu nálgast það þannig að það skipti mig máli hvað við vorum raunverulega að gera. Það var það sem skipti máli, hvað teljum við mikilvægt að gera, til hvers krafist, hvers krafist af okkur og stundum bara ekki nóg að gera sitt besta og það bara að gera það sem krafist, skilur við. Þannig að auðvitað fundum við fyrir því og þau fundu fyrir því, en heilt yfir að og það var auðvitað líka bara mjög bundið við persónur og leikendur, skilur við. Og Katrín er traustsins verð. En í raun hefur sjaldan verið jafn mikil uppbygging eins og í Keflavík. Nei. Svona í þágu þeirra sem koma þá hérna, svona gistiríkis uppbygging. Gistiríkjastuðningur og fjárfestingar, ég meina heimildir sem eru veittar til þess að fara í fjárfestingar á svæðinu og það var ekki bara því það var eitthvað pólitískt metnaðarmál, það var bara því að heimurinn var að breytast og það var bara það sem þurfti og það er og ef maður ber saman það sem við höfum verið að gera við það sem að lönd í kringum okkur hafa verið að gera þá er það ekki endilega svo mikið en hérna ég meina við og aftur þá segi ég það fylgja því ekki bara réttindi að vera fullvalda og sjálfstæður og aðilega Atlantshafsbandalaginu og svo framvegis það fylgjaði líka skyldur sko og sumt af því sem að við gerðum var ekki fyrst og síðast til þess að auka öryggi almennra borgara á Íslandi heldur snerist að vera verðugur bandamaður. Það snerist það að vera með eitthvað framlag að geta gert hluti sem skipta máli fyrir ýmist Atlantshafsbandalagið eða fyrir svæði hér í kring. Ég meina til að mynda hvað var að kafbátana. Það var ekki að því að þetta var eitthvað meira háttur öryggismál fyrir okkur að hleypa þeim hérna upp heldur sem framlag inn á þetta svæði. En þá ertu að tala kjarnorkukafbáta og þetta hafði nú verið svolítið stórt hérna í pólitíkinni að allt sem hefði eiginlega orðhlutan kjarnorka væri bara bannað á Íslandi. Og ég meina var það ekkert ég man ekki einu svona eftir að þetta hafi verið mikið rætt. Nei, var þetta svona bara var þessu svona laumað? Nei, þessu var ekki laumað en aftur bæði við tengjum það við bara jú, þetta ríkisstjórnarsamstarf og það allt, en líka jafnvel kannski við umræðina í fyrri þætti Restis Politics og þeirra nálgun þeirra í samtali við forsætisráðherra Kristrúnu Frostadóttur. Ég þeirrar skoðunar að almenningur á Íslandi lætur ekki svo auðveldlega plata sig. Við höfum raunverulega burði til þess að eiga samtal, hlusta hvert á annað, skilja samhengi hlutana, meðtaka breytingar og vera svona svolítið eins og fiskur í vatni upp að einhverju marki að staðsetja okkur það sem þarf og svona, hvar eigum við heima, hvernig þurfum við að díla við hlutuna og ég held að til að mynda þessi ákvörðun, ég ætla að vona að það hafi haft einhver áhrif hvernig við unnum það vegna þess að við tókum okkur tíma í það, við bæði í samtölum, við fórum í vettvangsheimsóknir til annarra ríkja þar sem til þess að fá þriðja aðila og svona annað auga á það hvernig við ætlum að framkvæma þetta en ég held bara að þetta hafi ekki verið einhvern veginn blásið út af því að fólk bara skildi það að og hér erum við að tala það að í apríl 2023 þá heimilaði þú sem utanríkisráðherra kjarnorku knúnum kafbátum bandaríska hersins að hafa viðkomu, áhafnaskipti og taka kost borð. Já, sem að fram til þess tíma hefði þýtt að hvort sem að það hefði eitthvað þurft, einhverju vistir eða einhverjum borð hefur bara þurft læknisheimsókn eða eitthvað, að þá hefði þessir bátar þurft að fara, alla leið til Noregs til dæmis og þar með þá fara sólarhringar í það þar sem þá ekki verið að hafa eftirlit eftir svæðinu hér í kring og þess að segja það snerist ekki fyrst og síðast öryggi okkar sem hér búum heldur að við sem bandamaður og aðili Atlantshafsbandalaginu þar sem við erum með sameiginlega ábyrgð á því að hafa yfirsýn og eftirlit með því sem að gerast hér í kringum okkur þótt við séum ekki að reka þessa kafbáta, við erum ekki að manna þá, við erum ekki með kafbáta eftirlitið sem að Bandaríkjamenn reka hérna frá Keflavíkurflugvelli en við erum gistiríkið, við erum í samstarfi, við erum aðilega Atlantshafsbandalaginu þannig að þetta var leið til að sýna að við værum með eitthvað framlag í því og við getum gert þetta
sem kallaði ekki á fórnir af okkar hálfu og meira þess að minni pólitískar fórnir heldur en margir hefðu haldið kostaði ekki fjárútlát þú veist frá skattgreiðendum á Íslandi en skiptir máli þannig að það svona bara ágætt dæmi það hvernig við horfum á það hvað að vera verðugur bandamaður hvers konar framlag getum við verið með og hvað getum við líka þá stundum gert í krafti smaðurinnar en ekki bara þrátt fyrir við séum lítil heldur stundum bara einmitt vegna þess En svona bara aðeins á þessum nótum sko að því við erum að tala þetta kosta ekki neitt og þá hugsa fólk bara ok, þá var það í lagi en svo erum við þessu bandalagi sem að ákvaða að setja sko 5% þjóðaframleiðslu sem bara mjög háar upphæðir við erum þar af með markmiðum svona varnartengda innviði upp á 1,5% þetta eru auðvitað ný markmið en þessi umræða hefur verið sko hvernig leið þér aldrei einkennilega sem utanríkisráðherra Íslands sitjandi við borð Jú. þar sem að einhvern veginn okkar nálgun alltaf bara aðrir eru við erum með varnarsamning, aðrir vernd okkur og þeir borga stærstum hluta fyrir það sjálfur, þessar þjóðir sem koma hérna til þess að verja lofthelgina eða hafa þetta eftirlit og svo framvegis, þú veist Jú, það sko bæði eru þetta í ákveðnum Ég held að flestum Íslendingum bara þannig í skjótiðin ég held að við séum svo vön þessari hugsun að aðri leggi þennan kostnað að sko það væri svona meiri hátta viðsnúningur að einhvern veginn bóða eitthvað annað og meiri segja inn á þingi núna af hálfu flokka sem að hafa áratugum samanstutt NATO og svo framvegis og þá svona spurja það stríðnislega býtu hvernig á að finna peninga til fyrir þessu 1,5% þetta er ekki huga að setja það markmið að við séum með 5% Nei, ég held að sko annars vegar hefur það auðvitað áhrif á það þegar verið að ræða ákveðna hluti að þá þarftu svolítið að kunna vita þinn stað sko, skilur ég stundum bara þú veist, þú ert ekki að tjáði með sama hætt og þú kannski myndi vilja að því þú ert meðvitaður hvaða land þú ert að tala fyrir, þú veist, fyrir hönd Íslands sem að leggur þó ekki meira til en við gerum sko og það hefur verið sameiginlegur skilningur þú veist, okkar þátt í Atlantshafsbandalaginu, allt frá stofnun en við höfum líka á þessu svæði lifað friðartíma heilt yfir frá því að það var stofnað þannig að þú veist það að við bara gefum okkur, tökum þessi sjálfsögum hlut gerum bara ráð fyrir því, ætlumst til þess ég held að það sé dálítið varhugavert ég held að það sé ekki alveg hægt að láta eins og það sé endilega alveg gefið við höfum auðvitað engin rök til að við getum ekki fært rök fyrir því að þetta 1,5% eigi ekki við okkur enda gera það og það þarf að svara því hvernig það á að koma til hvers konar verkefni eru þetta hvernig fjármögnum við þetta og það þarf að vera líka gagnsæi þú veist í því hvernig það er gert en sko þegar að hlutinni ganga vel þegar að það er meiri stemming fyrir því sem almennt er til svona velsaldarlegri nálgun einhvern veginn gagnvart bara hinum frjálsa borgara og samfélagi þjóðanna og þú veist, samskiptum þjóða og eitthvað þá er það minna mál sko en þegar að hlutinni fara að verða erfiðari að þá mun líka mögulega reyna á þetta og hvað ætlum við þá að gera þú veist, mér finnst við stundum gera ráð fyrir og ætlast til að aðrir færi slíkar fórnir fyrir okkur og það bara muni aldrei reyna á það hvort að við þurfum eitthvað að breyta okkar hugsunarhætti eða ákvarðanatöku, forgangsröðun og svo framvegis. Það er ekki þannig að þú veist, önnur ríki þú veist, séu ekki að glíma við verðbólgu, innviðaskuld, þörf á kerfisbreytingum í þá eldri borgara eða menntakerfi eða eitthvað og þau bara vilja ekkert frekar heldur en að nota sinn gjaldeyri og sína peningaskattgreiðenda í að versla við ykkur önnur ríki sem að skapa störf í því landi til þess að kaupa vopn til þess að eiga svona til öryggis. Það er ekki þannig að þau séu öll að gera það gamni sína því það sé svo, þú veist, gaman.
Ég meina það eru ríki sem hafa verið að hækka skatta, skera niður í þú veist, velferðarkerfi. Þetta ekki eitthvað sem pólitískt vinsælt í þessum ríkjum, sko. Þó það sé mjög mismunandi eftir ríkjum hversu mikill skilningur á því að þetta sé nauðsynlegt. Þannig að vissulega og sem betur fyrir þannig að það eru varnarmálaráðherrar í hinum ýmsu löndum sem að njóta stuðnings, þú veist, fyrir því að vera berjast fyrir frekar útgjöldum til varnarmála. Ekki því að fólk langar að verja þeim í það, heldur að því að þau verðmeta frelsi sitt þannig og hafa áhyggjur af því hvað afleiðingar það kann að hafa för með sér ef þau eru ekki tilbúin. Þannig ég held að væri mjög hollt fyrir okkur að bæði átt okkur af því hvað aðrir að gera, hvers konar fórnir það eru. Þá er ég ekki bara að tala um fjárhagsleg óþægindi. Því að það eru einu kröfur sem hafa verið gerðar okkur. Og, þú veist, örlítil fjárhagsleg óþægindi og pólitíska afstöðu, það er nú alltaf sumt, sko. Það eru krafan sem hefur verið gerð á Ísland. Og meira segja er það stundum ekki sjálfgefið hvort við ætlum að standa við það. En svo tökum við sem sjálfsögum hlut að aðrir, þú veist, verji miklu meiri fjárhæðum sem að samt eru með minni vergalandsframleiðslu, þú veist, eru frekari, skora ekki jafn hátt á öllum þessum listum sem við státum okkur af að skora hátt á. Það er enginn að gera kröfu að Ísland stofni her á Íslandi. En ég held að það komist á tími að fólk spyrji í hvað eru þið að setja fjármuni, hvernig metið þið sjálf, stöðu ykkar og ykkar heimavinnu, hluti sem eiga verið í lagi á Íslandi, hvort sem það eru fjárfestingar, viðnámsþróttur, hvaðina sem við ræðum hérna aftur og aftur. Og þá bætist við að það eru nágrannar okkar sem þurfa að horfa í speilin og spyrja sjálfa sig, er ég tilbúin að deyja fyrir landið mitt? Við þurfum ekki að gera það, sko. Þannig að þegar við eigum að mínu viti að gera kröfu okkur sjálf að já, við erum tilbúin að taka á okkur einhver fjárhagsleg óþægindi til þess að verja frelsi sem hefur kostað okkur rosalega lítið í marga áratugi og fullveldi okkar kostað okkur heldur ekki mikið, að þá sé það eitthvað sem að bara veruleikin eins og hann kallar á, sko. Og þess vegna er ég ánægð með þetta tímarit og hvernig þessar greinar kallast á það hvað er að vera verðugur bandamaður. Og er það ekki örugglega í ykkur þróun? Og erum við tilbúin að, þú veist, horfa í speilin og segja, já, ég er tilbúin að berjast fyrir ákveðnum hlutum og ég vona að ég þurfi aldrei að svara spurningunum sem að nágrannar okkar og vinur og frændur hérna kringum okkur þurfa að svara, sko. Þetta er sterk og skýr ræða. Ég hef heyrt þig segja allavega hlutafinni áður. Hvað viðbrögð hefur þú fengið? Bara innan úr pólitíkinni, úr samfélaginu, þínum eigin flokki eða bara svona almennt? Sko, framan af kannski ekki svo mikil viðbrögð og ég held að þetta hafi verið svona kannski langt frá mörgum. Þú veist, ég meina við Björn Bjarnason höfum rætt þetta í, þú veist, öll þessi ár og það er öðruvísi samtal þar. En mér finnst með tímanum, þú veist, þegar misserinn líða og hlutir gerast, að þá finnst mér fleiri svona koma til manns og eru sammála. Fólk sem að segir, þú veist, ég hafði bara ekki hugsað þetta svona og ég gera það núna. Það sem ég þykir vænst er þegar svona veist, venjulegt fólk í bestu merkingu þess orðs, fólk sem bara er að lifa sinn dag og sinna sínu lífi og sinna sinni vinnu og ala upp sína fjölskyldu, hefur samband, þú veist, að fyrrabræði til þess að svona þakka manni fyrir, þú veist, og að því þau eru sjálf, oft er þetta fólk sem hefur búið erlendis. Það með eitthvað tengingu til að setja sig í þessi spór. Og samanburð einhvern veginn. Og þannig að mér finnst það vaxandi í þá átt, en auðvitað er síðan líka bara þegar að, þú veist, og það er það sem að maður reynir líka að skilja, þú veist, stundum er, ég meina fólk stundum er grundvallaratriðum ósammála því sem ég er að segja, það er bara margir. Stundum held ég að séu svona, það er ákveðin svona hræðsla, það er auðvitað tilhneiging til þess að, þú veist, ef við gætum bara einhvern veginn farið í skjól og láta þetta bara líða hjá, þá væri það betra og er ekki betra að, þú veist, taka á sig þannig óþægindi heldur en hitt. Og ég skil það, þú veist, og ég bara legg mig í alvörinu fram við að bera virðingu fyrir því að fólk eru að koma úr mismunandi áttum. Það sem ég á kannski erfiðara með er þegar fólk er bara, þú veist, segja ósatt og svona einhvern veginn, þú veist, hjóla í mann fyrir sömu atriðin aftur og aftur vitandi, þú veist, ég veit að það er ekki alveg sanngjarnt, sko. En það er svo bara lítið sem maður getur gert í því. Ég meina til dæmis þegar kemur að vopnatengdum stuðningi við Úkraínu. Þú veist, þegar við tókum þá ákvörðun, þá var þetta, ég meina það var minnihluti þjóðarinnar sammála því og það var þannig bara fram eftir öllu. Það er eiginlega fyrst núna sem það er aðeins að breytast.
og mér finnst það ákveðið heilbrigðismerki að það sé að gera það og ég veit að það eru mjög margir ósammála þessari skoðun minni á því en þegar verið að hamra á því aftur og aftur að þetta hafi verið einhvern veginn ég ein hafi verið að taka ákvörðuna því ég sé slíkur stríðshaukur sko, að þá er það, þú veist, þetta er ákvörðun sem var tekin þetta er skrifað út í þingsályktunartillögu sem lögð var fyrir Alþingi og var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að styðja við varnir Úkraínu og fær síðan heimild í sko fjárlögum að fjármunir séu settir í þetta og fjárveitingavaldið, þú veist, var ekki hjá mér sem utanríkisráðherra, heldur hjá löggjafanum, hjá Alþingi þar sem það var samþykkt. Þannig að mér finnst svona með tímanum það hefur þetta svona þroskast einhvern veginn í þessa átt en á móti líka alveg er harðnað, þú veist, þeir sem eru á annarri skoðun eru líka harðari í því, skilurðu, og alveg talsverð svona harka og svona ekki mjög kurteisisleg skilaboð sem að, þú veist, fær líka, en ég held að það sé ekkert, ég meina ef maður ber sér bara saman við stjórnmálamenn í öðrum ríkjum, ég meina það er bara það sem fylgir þessu og ég held bara að skipti máli að þú veist ef þú ætlar að leiða þá getur ekki alltaf bara spurt hvernig stemmingin og gert síðan það, þú veist, þú verður þá að þora að leiða og þessar ákvarðanir, þú veist, ég var ekki að taka það að gamni mínu, ég var ekki að gera það fyrir athygli, ég var ekki að gera það fyrir pólitíska vinsældir, ef ég hefði verið að gera það fyrir pólitíska vinsældir þá hefði ég tekið aðrar ákvarðanir þannig að þú veist, og ekkert af þessu snýst eitthvað um mig, þú veist, eða mína persónu eða minn pólitíska feril eða eitthvað, þetta er bara ég held skipti máli að reyna að taka svona, greina svolítið svona hismið frá kjarnanum og reyna að máta ákvarðanir, þú veist, þú tekur bestu mögulega ákvarðanir á hverjum tíma og það er eldast misvel en að reyna að taka ákvarðanir sem þú hugsar, hvernig mun hún eldast, skilur, hvað ertu raunverulega að leggja til og af hverju ertu að gera það? Og ég er bara algjörlega sannfærð að frelsið muni kosta meira en það hefur gert frá því löngu áður en ég fæddist og það fylgir því bara ábyrgð. Ef þú ætlar að vera í ábyrgðarstöðu og ætlar að skilja það að þá verður bara að vinna samkvæmt því og það, ég held að það sé betri ákvörðun heldur en að gefa sér og gera ráð fyrir og spila pólitíska leik þannig að frelsið muni ekki kosta af því það mun koma ekki bara þér persónlega vandræði heldur fólkin sem starfa fyrir og ert að þjóna. Og þegar þú notar orðið frelsi í þessari merkingu, þú ert bara meina að landið sé sjálfstætt? Já, fullvalda, sjálfstætt, að við séum raunverulega frjáls. Og hvaða bandalögum við þurfum að vera í og standa okkur í þeim bandalögum, þannig að já, og gera ráðstafanir heima fyrir. Ef þú metur það þannig að það séu talsverðar líkur á að það muni kosta meira að vera raunverulega frjáls. Að það þarf að gera ráðstafanir, þú þarf að leggja út í þann kostnað. Hvort sem að sá kostnaður er fjárhagslega óþægindi, pólitísk samstaða, pólitískar ákvarðanir eða hvað, að það bara mun það kosta meira. Og það að búa, þú veist, ekki við stríðsástand eða ófrið, það er ekki að sama að vera frjáls. Þú veist, fólki í Eystrasaltsríkjunum þekkir það mjög vel. Þú veist, annarri heimsstyrjöld lauk, þetta fólk var ekki frjálst. En það komst á friður í Evrópu, en þetta fólk var ekki frjálst. Þannig að það er munur á því að búa við frið eða vera raunverulega frjáls. Og við þekkjum það, þú veist, í einamannsæfi að vera raunverulega frjáls. Hvers virði er það og hvað þýðir það að vera raunverulega frjáls? Bæði sem einstaklingur. Og það er ekki bara frelsi frá hinn og þessu, heldur líka frelsi til, þú veist, frelsi til að. Og sömuleiðis fyrir ríki, þú veist, að þau séu raunverulega frjáls og fullvalda. Og verðmiðin á þessu er orðin hærri og hann verður hærri og þá þurfum við bara að gera upp við okkur hvort við ætlum að kosta því til og hvers konar forgangsröðun og ákvarðanir það kallar á og samstarf við aðra í gegnum hvers konar svæðisbundið samstarf, bandalög, samninga, þú veist, hvaðina. Og það verður að vera dálítið strategísk og svona séð, þú veist, í því. Já, og eins og við minnum alltaf á, sko, þessi hugsun Mark Carney, forsætisráðherra Kanada að þessi nýja sjálfstæði er að standast þrýsting. Já.
þú veist, þegar einhvern veginn alþjóðakerfinu sleppir eða þegar kannski í bregst eða sjálft undir miklum þrýstingi þá einhvern veginn þarf að hugsa þetta og svona bara vettvangir NATO að þá leitar þetta á mann, þú veist, einhvern veginn bara trúverleiki okkar einmitt sem bara bandamaður og þess svona tók ég eftir þessari orðræðu verðugan bandamann. Ég skildi hann ekki alveg fyrst hvað átt við en svona mjög praktískt þá seti ég hana í samhengi við það að vera bara eins og í almannavörnum vera undirbúin fyrir það sem getur gerst í okkar landi. Vera með sitt á hreinu, mæta á staðinn, taka afstöðu, kosta til, vera þáttakandi. Akkurat og í þessu svona stærra samhengi að líta þá ekki á leit og björgun sem tengist okkar bandamannum sem eru hérna með einhverja tímabundna viðveru sem einhver svona óþarfa útgjöld heldur framlag að leggja inn á einhvers konar svona trúverleika reikning þannig að þegar til kastana kemur þá vill ekki vera yfirdrætti sko. Nei, og stöndum ekki ein eða verðum ekki einhverjum einum algjörlega ofurselt í talningum ef að þrýstingurinn kemur þaðan og hérna en þetta er einhver svona hugsun sem þroskast einhvern veginn og þróast og hún að því leyti flókin að þetta kallar á svona endurhugsun á einhverju sem maður hefur tekið bara sem gefnu, bara eins og friði og ég held ég hafi nú sagt frá því áður sko fyrir mér var bara ótrúlega merkileg upplifun að vera í návígi við borgarstjóra höfuðborgar Norðurlanda þegar Svíar og Finnar voru að fara í gegnum sína, sko Svíar að gera upp við 200 ára hlutleysisstefnu sína. Þegar við erum alltaf að tala um hvernig hún breyttist sífellt í okkur Íslendingum, þeir fóru bara í gegnum þetta allt saman, hlutlausir og eitt af því sem við höfum kannski ekki rætt í þessum þáttum, sko mér finnst svo merkilegur hluti af íslensku þjóðasál en líka sögu Norðurlanda í öllu þessu samhengi að fyrsta hugsun á Norðurlöndum eftir seinni heimsstyrjöld getum við ekki bara gert norrænt varnarbandalag. Það svo einhvern veginn, við þekkjumst innbyrðis og við tristum hvort öðru og eitthvað svona og svo hugsun var bara komin nokkuð langt. Svo bara verður innrás í Tékkóslóvakíu og allir átt að sjá því að það getur bara fleira gest heldur en jafnvel þessi nokkuð stöndugu lönd sem hafa náttúrulega tilhneigingu til að standa saman, ráða við. Þannig að Norðmenn, Danir og við fara í NATO og einhvern veginn og svona þetta svolítið líka á efnahagsviðinu að þar þessi hugmynd sko Vestur-Evrópubandalagið og svo verður EFTA til og við erum alltaf svolítið svona sjálfstæða þjóðin sem erum alltaf svolítið seinust borð en komum samt á endanum en oft einhvern veginn eins og Björn að lýsa í þessari greinum NATO svona smá drögu lappirnar. Nei og ég meina þegar við, þú veist fyrir okkur utan frá séð þegar Finnar og Svíar ganga í Atlantshafsbandalagið þú veist þetta leit út fyrir að vera bara eitthvað svona frekar einföld og augljós sigurför eitthvað fyrir þau. Já. Þú veist, eins og þetta hafi ekki verið stór mál. Ég meina, þú veist, ég auðvitað átti samstarfi við bæði utanríkisráðherra og varnarmálaráðherra, þú veist, þessar landa. Men eins og þú ert að segja eftir alla þennan tíma, ég meina þetta kúvending. Já. Bara á mjög skömmum tíma. Og líka í þjóðarsálinni. Í þjóðarsálinni og í pólitíkinni. Ég meina þarna voru, þú veist, ég meina í Svíþjóð varstu með sko þinn systurflokk. Já. Þú veist, með sína sögu. Já. Og það var, þú veist, og það reyndu þetta líka á stjórnar andstöðu. Þú veist, fólk sem var ekki endilega við völd. Þú veist, hver ætlar þú að skila, sko? Hvernig ætlar þú að... Stór hluta sjálfsmyndinni. Já, að sjálfsögðu. Sjálfsögðu. Þannig að það geti látið svo... Svíþjóð, hlutlaust, trúur og Sameinuðu þjóðirnar. Þetta voru svona þeirra hornsteinar. En það er svona stundum, þú veist, þegar, ég meina, það kom upp ykkur umræður hérna sem að geta haft, þú veist, áhrif á
klífur þjóðina í herða niður og eitthvað og ég skil það alveg en bara og hvað, ég meina við hljótum ekki að ráði við það, eiga raunverulegt samtal eitthvað og fá úr því skorið svo bara það, við þurfum bara að bera ábyrgð á því að hvernig það er gert og þessi ríkisstjórn, ef við tökum dæmi þjóðaratkvæðagreiðslu ríkisstjórnin ákveður þetta upplegg svo geta menn alveg gagnrýnt það upplegg en þetta er uppleggið og ég held að enginn myndi halda það fram að væri hægt að sækja með allt Evrópusambandinu án þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort sem að fólki þyki það, líklegt einhvern veginn sé hið gagnlegast eða ekki, þá er það talandi pólitíska veruleika, þá er það bara pólitíski veruleikin. En mér finnst svona, við erum líka bara að svara því ef við erum hrædd að þetta einhvern veginn kljúfi þjóðina í herða niður, sko, og hvað ætlum við að gera í því? Ég meina það fólk þarf bara að eiga við alls konar flókin viðfangsefni, eins og það taka upp einhver mál og ræði þau til hlítar og taka einhver ákvarðanir. Aðrir hafa nú gert annað eins, sko, og við eigum bara alveg að ráða við það líka, hver sem niðurstaðan síðan verður og vera síðan bara eins og fólk þegar sú niðurstaða liggur fyrir, hvort sem hún verður já eða nei og halda síðan áfram og halda áfram að huga því hvernig erum við að undirbúa okkur, staðsetja okkur og tryggja, raunverulegt frelsi, frið, lífskjör, lífsgæði, útflutning og svona það hvernig við lifum okkar lífi hér, sko. Já, höfum við einhvern tímann tekið einhver svona alvöru skref í alþjóðarsamvinnu án þess að Nei, auðvitað ekki. Þjóðin skiptist í fylkingar? Nei. Þú veist, er þetta ekki svona einhver góðsögn að Íslendingar taki öll svona skref? Það var meiri segja heilmikið rifist í aðdraganda lýðveldisstofnunarinnar, jafnvel þó að Íslendingar hafa á endanum samþykkt þetta meira að minna allir í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, ég meina, lýðræði og eins með NATO og ES. Já, ég meina, lýðræði er kaotískt og það er bara, en við eigum bara að gera þá kröfu á okkur að við ráðum við það verkefni. En heldur það sé hætta á því, nú er náttúrulega kannski ósanngjarnt spurning, heldur það sé hætta á því að fenginni niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu í haust, sem að vera já, að það gerist aftur bara eins og 2013 að bara við næstu þingkosningar að þá bara klári fólk ekki verkefnið að jafnvel hafi bara í heitstrengingum að stoppa þetta því að eitt af því sem mér fannst áberandi á þinginu í vor var að þeir sem töluðu svona í nei átt gáfu það ekki upp hvort þeir ætlaði að virða vilja þjóðarinnar. Nei, ég held að það sé alveg möguleiki. Sviðsmyndar sem segjum að verði samþykkt að vera aðildarviðræður, þeim verða ekki lokið, þær verða langt komnar en ekki þannig að næstu kosningar, samhliða þeim verða eitthvað að vera að greiða atkvæði sko aðild eða ekki. Að kosningarnar munu einhverju leyti snúast það og einhverju munu segja fá við umboð, þá munum við kæla þetta nýju eða formlega ljúka. Það er alls ekki óhugsandi, bara alls ekki. Ég meina, menn verður bara að segja, herru, við erum hér komið umboð, við erum með meirihluta og það er búið að segja að það verður bara borin undir samningur hafi menn trú á honum. Já, við höfum ekki trú á honum, við höfum ekki trú á Íslandi að gangi í ESB. En ég held að það geti alveg verið, en þetta eru svo mörg skref. Ég meina, í fyrsta lagi að kjósa, eða nei, hvaða pólitísku áhrif mun það hafa, verða eftirmálar af þessari þingsályktun og eitthvað eða ekki, eða verður já, hvernig verður farið í það, í hvaða röð, hvaða álitamála á reyna á fyrst, hversu langa tíma tekur það, hvernig munu önnur Evrópulönd taka því og svo framvegis. Þannig að þetta eru mörg skref og það eru alls konar, myndi ég segja, svona bæði sviðsmyndir og atriði sem geta komið upp, sko. Ég meina, ef það er já, stjórnarskrárbreytingar, tvö þing, alls konar. Já, ferli felur það í sér, seinni þjóðaratkvæðagreiðslu, en líka að því loknu þá. Þetta eru margir instansar þar sem þið bara óteljandi hlutir getur komið upp. Og oft er það náttúrulega þannig og það er alls ekkert sér íslenskt, það er bara, í pólitíkin er það bara þannig að það er oft síðan svona einhver minni atriði sem endanum hlutinni snúast sko. Er drottningin á peningnum og ef ekki þá breytum við ekki evru, sko. Það er ekkert alltaf eitthvað stóra myndin, einhvern veginn, það er bara, lýðræði er bara flókið og það er kaotískt og það hefur jafnmargar myndir og bara mannfólki sko. En svo höfum við þetta líka dæmi úr Íslandssögunni þar sem að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn var alveg á móti því að efna til viðræðna EES en myndaði svo ríkisstjórn og kláraði samningin.
samþykkt hann. Þú ert að spyrja hvort að það væri... Nei, ég viljandi orða þetta ekki sem spurningu. Nú ég bara að fara að verða sendiherra þessi 5 árin og bara ekki stuðu til að svara þessari spurningu. Nei, ég veit ekki. Ég held að það allavega fyrir þá sem að hafa áhuga á pólitík annars vegar og stjórnmálum hins vegar. Þá verður... Og munurinn á þessu tvennu er? Munurinn á þessu tvennu er að stjórnmálin snúast meira svona stefnumarkandi ákvarðanir og svona að gera raunverulegt gagn og pólitíkin er frávíkjalegur hluti af stjórnmálunum en snýst meir leikinn og svona, daginn í dag og samkeppni innan flokka og valdabaráttu og vera sniðugur og það allt. Þú getur, hvort tveggja hangið saman sko, en það er munur á stjórnmálum og pólitík í mínum huga. Það er það. Og stjórnmálamenn og pólitíkusar eru mismikið af hvoru tveggja og það er alltaf læg. En þú hefur talað að þú viljir meira stjórnmálum og minna pólitík, já. Og ég held að á þessum tímum sem við lifum núna þá verði þörf á meiri stjórnmálum og minni pólitík. Ég er hvorki að biðja pólitíkin fari en ég halda að það gerist nokkuð tíman en svona við séum svolítið að vanda okkur og hugsa til lengri tíma og finna til ábyrgðar að það er ýmislegt undir og það er ýmislegt sem getur gerst og við þurfum að taka því alvarlega og byggja brýr og hafa okkur. Þórdís Kolbrún sendiherra, þetta ekki frábær lokaorð? Ég vona það, þetta sleppi til í sólinni. Góða ferð. Takk fyrir það.